Ok, við ætlum að skoða lausnir á lokaprófi 2012, þetta er vorprófið. Við ætlum að skoða lausnir á dæmum 4 og fram. Hérna fjórða dæmið, 5% dæmi. Það var stikaferlin C rangsælis og C-ferlin gefur sem allir punktar í x-y planinu sem vil uppfylla x plus y er jafnt á 5. Þessi hringur með radíus rótina 5 og miðju 0,0 og y stærri eftir 0. Við ætlum að stika þetta og það stendur í dæminu teikni gjarnan mynd. Og við gerum þetta. Alltaf góð hugmynd að teikna mynd. Já, þetta er sér að hringur með radíus rótina 5 og við erum bara það sem y stærri 0. Y stærri 0 hérna fyrir ofan x fyrir ofan x ásinn. Þannig að við segjum, þetta er hérna hringur, segir svona, við ætlum að stika hann rangsælis, segir svona. Og við notum þessa klassísku hérna stikun sem radíusinn, rótina 5, sinnum kósinus af t og rótina 5 sinnum sínus af t. Þá er ég hérna uppfyllir þetta jöfnu hrings og þá þarf ég bara að sjá til þess að ég sé bara með efri hluta. Við segjum t er þá á bilinu 0 og upp í pi. Hornið hérna er 0, svo fyrir alla leiðina hingað, hornið hérna er pi. Ok, 5% komin. Tökum við dæmi 5. Þá er það dæmi 5, 10% dæmi. Okkur er gefið fallið f frá r í öðru yfir í r í öðru. Já, látum okkur sjá, ég skrifa þetta vilts upp. Þetta er frá r í þriðja augljóslega. Það stóð líka í prófunum. 3 breytur inn, hérna, 1, 2, 3 og út kemur 2 staka viður. Og við ætlum að finna bestu línunu nálgun L við f í nágrenni punktsinn 2,3,1. Og þá þarf maður að þekkja formúluna fyrir það. Með á formúlublaðinu sínu. Þetta er heildarafleiðan af f og hún í punktinum 2,3,1 sinnum x, y, z vegurinn mínus punkturinn sem erum að nálga í kringum. Þannig að mínus 2, mínus 3, mínus 1 pluss fallgildið í punktinum 2,3,1. Þannig að geta reiknað þetta þurfum við fyrst að reikna heildarafleiðuna af f. Og við vitum að heildarafleiðan er 2 sinnum 3 fylki í punktunum þetta hér, margfalda við vegurinn og leggja við fallgildið. Þannig við segjum, og skulum aðeins tekka á vítunum, ég sagði að þetta hér verður 2 sinnum 3 fylki, hér sé ég með 1, 2, 3 sinnum 1 vegur, sé það bara 1 dálkur. Og sjá, ég get margfalda þetta sannlega saman að því hér stendur 3, þegar ég þekki þetta á línni, og þetta er 2 sinnum 1 vegur sem er alveg að sama og þetta hér, þetta er 2 sinnum 1 vegur, eða hérna þetta er 2 sinnum 1 vegur. Þannig að útkoman verður 2 sinnum 1 vegur enda erum við að nálga þetta hérna fall. Ok, við hérna reiknum þetta. Ég ætla að reikna bara og sjá, og skulum taka hérna df heilda þetta hérna með til x, y og z, með til x fæði 2x z, með til y fæði 0, hér er ekkert y, en það er fast, bara lítið á þessum fasta. Diffrum til z fæði x í öðru. Svo er það neðri línan hérna, þessi hér. Diffrum til x fæði 0 pluss 3x í öðru z. Diffrum til y fæði 2y. Diffrum til z fæði x í þriðja. Svo reikna ég út df í 2,3,1. Setjum bara 2 inn fyrir x, 3 inn fyrir y og 1 inn fyrir z. Fæ hérna 2 sinnum 1, það er 4. 0, 2 í öðru er 4. 3 sinnum 4 sinnum 1, það er 12. Og 2 sinnum 3 og 2 í öðru. Nei, 2 í þriðja fyrir ekki. Sér svona. Og svo skulum við reikna út fallgildi líka áður en við setjum inn í formúluna. Fallgildi er hérna 2 í öðru sinnum 1, það er 4. Og svo 3 í öðru pluss 2 í þriðja sinnum 1. Þannig að ég fæ 2 í öðru, 3 í öðru eru 9 pluss 8. Fæ 17. Ok, og þá get ég sett inn í þessa hérna formúlu. Segi L af x, y og z er jafnt og 4, 0, 4, 12, 6 og 8
x mínus 2, y mínus 3, z mínus 1 pluss 4, 17 vegurinn. Og við margföldum upp úr þessu, klárum dæmin, 4 sinnum x mínus 2 pluss 0 sinnum þessi pluss 4 sinnum z mínus 1. Það er hérna þessi sinnum þessi pluss svo náttúrulega þetta hérna stakk. Ok, svo. Pluss 4 og svo er það neðri 12 sinnum x mínus 2 pluss 6 sinnum y mínus 3 pluss 8 sinnum z mínus 1 pluss 17. Og þá er ég komið með þetta. Ég get tekið saman liðina, skulum gera það. Það er 4x pluss 4z minus 8 minus 4 pluss 4, það er minus 8. Það er 12x pluss 6y pluss 8z. Minus 24, minus 18, minus 8 pluss 17, það verður allt í allt minus 33. Og þetta er lausnin og sjáum að þetta er fasti sem x pluss fasti sem z pluss fasti. Þannig að þetta getur sannarlega vel verið línulega nálgurinn. Ok, tökum næsta dæmi. Ok, það er dæmi 6. Okkur er gefið þetta ljómandi fína vegusvið og við aðliðnum eigum að reikna rótið f. Þannig að við gerum þetta bara. Gerum eins og okkur er sagt. IJK, DDX, DDI, DDZ. Og svo fæ ég hérna cosinus af y, minus x sinus y og EZ. Og reiknundur þessu fæ dz di, það er 0, minus dz d minus x sinus y dz, þetta verður líka 0. 0i fyrir ekki. Minus j, svo strikar þetta allt sem er línu við hann, hérna, dygg. Það fæ ég þessi e í veldinu z d fram til x, það er 0, og cosinus y d fram til z er líka 0. Þannig að ég fæ 0 j. Og svo strika ég út allt sem er línu við k-ið og fæ þetta hérna faldi fram til x. Það er mínus sinus af y. Mínus þetta hérna faldi fram til y, þetta cosinus y, fæ sinus af y í mínus. Og þetta verður 0, þannig að ég er með 0 vegurinn. Svo er spurt í b. Er hægt að álykta út frá a-liðið? Út frá a er f geymið eða varvitið. Og svarið er nei, ekki bara út frá a, getur maður sagt, en maður getur sagt hvað það vantar upp á. Maður getur sagt, já, við vitum til dæmis að f er skilgreind á einfaldlega samhangandi svæði, af því að þriðja er einfaldlega samhangandi svæði, og kurlið er 0, þá er f geymið. Þannig að ef maður segir það til dæmis segir þar sem f er skilgreint á r í þriðja og sem er einfaldlega samhangandi svæði, og kurlið er 0, þá er f örugglega varðvitið. Sem er annað orðið í geymið. Á ensku conservative. Ok, svo kemur C-liðurinn og segir þá, fyndu þá mættið ef það er til. Mættið er til, en þetta er geymið við þessu, það er skilgreiningin að mættið sé til. Og ef skilgreiningin á þessi varðvitið, það er að það sé til mættið. Ok, og þegar við finnum mætti þá leysum við 3 diffurjöfnur. Við vitum að mætti er þannig að það er eitthvað fatt sem er þannig viðgilt fallsæðsat, sem þannig að ég diffra þá fæ ég akkurat þetta hérna. Við ætlum að leysa 3 diffurjöfnur og við setjum þær upp. Það er phi diffra með til x er jafnt á cosinus af y. Þetta gefur mér að phi er stafnfallið af cosinus af y með tilliti til x,
sem að segja mér að þetta er x sinnum cosinus af y, af því að líta cosinus af y bara sem fasta því að er að heilda með til x, pluss einhver fasti sem gæti verið fall af x og setu, y og setu. Hugsiði bara að þegar ég myndi diffra þetta hér phi með tilliti til x, þá myndi ég sannarlega fá cosinus y. Ég myndi fá cosinus y pluss 0. Ok, svo er það hinar þrjár diffrjöfnunar. Hinar tvær, phi til i, er jafnt og f2 sem er þessi hérna, munið mínusinn. Sem segir mér að phi er stofnfallið af mínus x sinus y með tilliti til y. Það gefur mér að þetta er x sinnum cosinus af y pluss eitthvað fall sem gæti verið fall af x og setu. Af því að þetta diffra með til y myndi verða 0. Ok, og svo síðasti liðurinn til phi til zeta er jafnt og e í veldinu zeta. Svo sjá hérna var e í veldinu zeta. Þannig að við sjáum að phi er stofnfallið af þessum til setu, þetta verður e í veldinu zeta pluss einhver fasti sem gæti verið fall af x og y. Og þá erum við komið allar upplýsingar sem við þurfum phi. Phi af x, y og setu er x sinnum cosinus y pluss e veldinu zeta. X sinnum cosinus y og ég maður bæta við einhverju sem falla af x og setu, ég bæti við e veldinu zeta. Og við getum pröfað þetta, við getum sagt, ok, við diffra þetta með til x, þá fæ ég cosinus y, sem er þessi liður. Ef við diffra þetta með til y, þá fæ ég mínus sinus af y sem x, sem er annar liðurinn. Og svo ef ég diffra þetta með til zeta, þá fæ ég 0 pluss e veldinu y. Sumir eru kannski orðnir pínu vanir og geta séð út hvernig geta giskað á hvert mættið er hérna og það er bara fínlega og giskar maður það þá þarf maður bara að sína að þessar þrjár diffrjöfnur séu uppfyllar. Það er hérna að þessar hérna þrjár jöfnur séu uppfyllar. Maður segir ég giska á þetta sé mættið, ég diffra með til x og fæ þetta, ég diffra með til y og fæ þetta, diffra með til fæ zeta og fæ þetta. Ok, fín, mættið er komið. Þá er það spurning númer D. Og það er, við ætlum að rekna núna ferlheildið af þessu vígusviði sem við erum með. D eftir ferlinum C. C er skurðferill sívalningsins x í öðru pluss y í öðru rétt á 1 og sjáðu þetta er sívalningur vegna þess að sama hvað zeta er þá er alltaf með hring með radíus 1 og miði 0,0 eitthvað á zeta-ásnum þannig að þetta er sívalningur upp eftir zeta-ásnum og C er skurðfellin þessa sívalnings við planið zeta eftir x með zeta eftir y þannig að hvernig skerst þetta plan hérna og þessi sívalningur þetta er þá sívalningur einhvern veginn svona og planið kemur hérna einhvern veginn í gegn það skerst í svona sporskilaða ferli hérna. Þetta er hérna þessi lína á að vera horfur á hliðin á planið getur sett að þannig ok, þannig að þetta er lokaður ferill og það er það sem skiptir allir máli þá vitum við nefnilega að heildið af f sem er varðveitið vígusvið eftir lokaða ferlinum C er 0 vegna þess að f er varðveitið og C er lokaði ferill. Það hefði svo sem ekki verið stórmál að stika þetta hérna. Við hefðum sagt að þetta fer frá 0 upp í 2π yfir í r í þriðja og r af t er þá ég hugsa hring í x-planu, þannig að ég hugsa cosinus t sinus t og svo í z-áttin á ég að vera með y, ég á að vera sama á y, ég maður sérst að vera með sinus t. Þannig að þetta verður leið til að stíkan og fara 0 upp í 2π þá verður að fara hringin. Þannig að ef ég sé fyrir mér hvernig hann er þá verður þetta einföld stíkun hérna. En við þurftum ekki að stíka vegna þess að þetta er 0. Ok, þá er næsta dæmi. Ok, við erum komin í dæmi 7. Við ætlum að skoða takmarka á svæði sem liggur milli ferlana x eftir og y í öðru og 2y pluss x eftir 3. Skulum pröfa að teikna þetta upp á og nú lesum lengra. X eftir y í öðru er fleibói sem liggur svona. Ef þetta er x ásinn, þetta er y ásinn. Þarna kom penni minn inn. Og hérna 2x pluss y, 2y pluss x er eftir 3.
Ég get skrifað það sem, þetta jafna bara beinnar línu, skulum skrifa það sem y mínus hálft x pluss 3 aðrir, og þetta sker hérna, þegar x er 0 þá er y sem sagt 3 aðrir, þannig að 3 aðrir, og þegar y er 0 þá þarf x að vera, má ég sjá, býtu upp pennin, þetta er hérna aftur, þegar y er 0 þá þarf x að vera 3. Þetta er hérna 3. Þetta er bein lína, sér svona. Ok, þannig að takmarkaða svæði sem liggur milli ferlana, það sem liggur á milli er að það er þetta hér, innan þessa hérna svæðis, þetta er á milli þeirra, og svo ætlum við að reikna flatarmál þess hluta svæðisins sem er í fyrsta fjórðungi. Þannig að bara fyrsta fjórðungi erum semst að fara að heilda yfir þetta hér svæði. Þetta er svæði D sem við viljum finna flatarmálið fyrir. Og ég ætla að heilda yfir þetta svæði DA, segi heildið af heildinu af einum dx di ætla ég að gera. Ég ætla að heilda semst fyrst í þessa átt. Ég ætla að fara úr þessum hérferli sem er y í öðru upp í þennan hérferil sem ef ég einangra x í jöfnunni hérna þá er ég með 3 mínus 2 y. Ok, og þá þarf ég að ákveða, þá er ég búin að afmarka svona svæði og þá þarf ég að afmarka næst í þessa átt. Ég þarf að passa að taka bara þann hluta sem eru ofan x ásinn, þannig að fara, yfir fyrir ofan x ásinn, ég ætla að fara frá 0 og svo upp í þessa hérna tölu. Og þá þarf ég að finna hvar þeir skerast þessi tveir ferlar og þá segi ég, já, hvenær er y í öðru, maður segja þetta er 2y pluss x er y í öðru, er rétt að 3, ég set með y í öðru pluss 2y mínus 3 er rétt að 0. Þetta get ég þáttað í y mínus 1 og y pluss 3 er rétt að 0. Þannig ég sé að þeir skerast þessi tveir fellar í y rétt að 1 og y rétt að mínus 3. Y rétt að mínus 3 þessi hérna skurðbundur og þetta hér er 1. Þannig að heildið mitt hér fer frá 0 og upp í 1. Og svo þarf ég að reikna út úr þessu. Þannig er heildið frá 0 upp í 1 af x á bilinu y í öðru upp í 3 mínus 2y. Og þetta er heildið frá 0 upp í 1. Það verður bara 0 upp í 1 hérna. Af 3 mínus 2y mínus y í öðru dy sem er eftir stofnfallið að þessu er 3y mínus y í öðru mínus y í þriðju frá 0 upp í 1 og ég seti inn í þetta, ég fæ 3 mínus 1 mínus 1 þriði, ég fæ 5 þriði. Ok, þannig að þetta er eitthvað svona flatarmálseiningar. Nú, þetta var ef við ætlum að setja upp sem tvöfaldheildi, það reyndar ekkert beðið um það, en við hefðum alveg geta ekki sett upp sem tvö einfaldheildi, það geta fundið flatarmálið undir þessum ferli upp í þessa tölu og svo flatarmálið undir þessum hérferli upp í 3. Og þarf að finna út hvað tal þetta er og þetta er 1, þegar y er 1 þá er x 1 líka. Þannig að ég hefði annars geta sagt, þetta er heildið frá 0 upp í 1 af rótin af x dx, þetta hérna er rótin af x, pluss heildið frá 1 upp í 3 af og hverju jafna línar mínus hálft x pluss 3 aðrir dx og við reiknum til þessu og sjáum við fáum nákvæmlega sama 5 þriði. Þannig að sannlega var líka hægt að gera þetta bara með stærðfræði 1 triksum. Ok, skoðum næsta dæmi. Dæmi 8, þá erum við með vígursvið frá r í öðru, við erum sem sagt í 2 vitum og við ætlum að reikna þetta ferilheildi hérna. C er ferillin umhverfis stríðing með hálfpotna 0,0, 1, mínus 1 og 1,1. Við skulum tekna þetta upp. Hvernig lítur þetta út allt saman? Og 0,0 er hér, augljóslega,
við skulum hafa skalan svolítið rausnarlegan. Hér er 1, hér er mínus 1, hér er 1, er í 1, mínus 1 það er hér og 1,1 það er hér. Þessi líka fíni þrýtingur. Og þetta er 8 rángsælis hérna, þannig er ferillin hérna. Og nú í staðin fyrir að stíka þessar 3 línur og ferilheldi yfir hvern fyrir sig, þá hugsum við, ég ætla að nota setningu grín. Þá í staðin fyrir að helda yfir ferilin C, þá helda yfir svæði D sem er innan ferilsins. Þess ef C er lokaður ferill og ég er með vígusviði í 2 lítum, þá má ég nota setningu grín. Í staðin fyrir að helda yfir ferilin C, þá ætla að helda yfir svæði D, þess að tvöfald heldi, og ég ætla að helda akkurat dg2 dx mínus dg1 di dA. Þetta er g1 og þetta er g2, þetta er komponentanir í vígusviðarmyndinu. Og skulum sjá hvernig þetta kemur út. Ég ætla að helda yfir svæði D, sjá fyrst hvað sem við ætlum að helda. Ég ætla að helda með ég ætla að diffra með til x, g2 hérna, ég fæ 2. Og svo ætla ég að helda með til y, g1, ég ætla að helda þennan hérna, það er pluss 4 y í þriðja. Sér svona. Ok, nú tek ég eftir í að þetta hér er oddstætt fall, 4 y í þriðja er oddstætt. Og já, hvernig er svæðið mitt? Þetta hérna er y í þriðja er oddstætt y í átt 0, mikilvægt að það sé oddstætt akkurat þá. Hvar er y í átt 0? Það er þessi hérna ás. Þetta er línan y í átt 0. Og þá sé svæðið mitt sem ég er að helda yfir. Það er eins hérna eins og það er hér. Það er svolítið samhvert með þeim orðin. Samhvert þennan sama ás. Þannig að ég segi og D er samhvert y í átt 0 sem þýðir að heldi yfir y í þriðja dA yfir svæði D er í átt 0. Þannig að þetta einfaldast í þetta afskaplega fína einfalda heldi af 2 dA. Og 2 er bara fast ekki tekjan út fyrir sviga. Og hvað fæ ég þegar ég er að helda 1 yfir svæði? Ég fæ bara akkurat flatamál svæðisins. Og þá ættum við að geta fundið bara flatamál þessa hérna svæðis. Þessa afmarkaða mapsingula hérna ferlinum. Og hvert er nú flatamálið? Þetta er 1 og þetta er 1 hæð, þetta er 1 sinnum 1 sinnum hálfur og það 2 sinnum fæ sérst flatamálið 1. Þetta er 2 sinnum 1. Skulum skrifa flatamál D, svo 2 sinnum 1, þetta er 2, það er loka niðurstaðan. Það er enda lítið maður að afmarka þetta svæði, við getum fundið bara jöfnu þessari hérna línu, þetta er y í átt x, jöfnu þessari hérna línu, þetta vil svo til þetta er y í átt mínus x, og þá ef við vildum helda hérna, þá myndum við fá alveg að sama þetta, þá þyrfti ég að helda frá mínus x upp í x, og svo með tilliti til y sem það er sagt, frá þessum ferli upp í þennan, og þá í x-stefnuna frá 0 og upp í þessa hértölu sem var 1. Og þið getur pröfað að þetta gefur nákvæmlega sömtöluna. Þannig að þetta var það sem þurfti að gera í dæmi 8. Pröfum næsta dæmi. Hér erum við komið með dæmi 9. Við erum okkur að gefa rúmskeikin R sem afmarkat af x í öðru pluss y í öðru en minni átt af 4. Ég er sagt inn í sívalning með radius 2 sem liggur upp eftir seta ásnum. Og seta á að vera frá mínus 3 upp í 3. Þannig ég er búin að taka út bara þann bút af sívalningnum. S er svo yfirborðið á þessu R og þá að vera áttað út á við. Nú er F vígusvið frá R í 3 yfir R í 3 sem er gefið með þessari hérna formúlu og við ætlum að reikna heildi yfir yfirborðið S af F.nds. Þetta heildir oft líka að skrifa bara F.ds vígur yfir yfirborðið S. Og þá maður skilja bara á samhenginu að þetta sé tvöfalt heildi. Ok, við ætlum að gera þetta og við hugsum hvort það sé ekki einhver ljómandi fín setning sem við getum notað og við hugsum fyrst þetta hérna er sívalningur. Og svo er ég með hérna hæðarrófunum er 6 fyrir frá hérna fyrir frá mínus 3 upp í 3 og S er yfirborð, þannig að þetta er lokað yfirborð.
Þetta er hérna toppurinn hérna, þetta er hérna á hérna, hliðinum á dósinni og svo á botninum. Þannig að þegar ég ætla að reikna flæðisheildið, þá þyrfti ég að reikna flæðið hérna upp úr toppinum og út úr hérna hliðinni og niður úr botninum. Þeir virtu vera 3 flæðisheildi. Nema að því ég er með lokaði yfirbor, þá get ég notað mér setningu Gauss. Get ég sagt í staðinn. Þetta er það sama og heildið yfir rúmmálið R af div F div F. Breytist þessum til rúmmálsheildi. Og sjáum hvernig þetta verður. Þetta verður heildið yfir rúmskákan R af uppsprettun af F. Þannig ætla að diffra þennan með til X og fá 1, þennan með til Y og fá 2, þennan með til Z og fá 3 Z í öðru. Sér svona. Nú, svo skipti ég þessu upp í 3 heildi, heilda lið fyrir lið og maður sjá alltaf að færa með hérna. Færum okkur niður í næstu línu. Ég heilda 1 divaf, ég heilda 2 upslón, tvistunum getur við bara fyrir utan sviga hérna. Divaf og svo held ég 3 set í öðru divaf. Nú, þegar að heilda 1 yfir eitthvað rúmmál, þá fæ ég bara akkurát rúmmál þess svæðis R sem ég er að heilda yfir og rúmmálið af R er bara rúmmál sívalnings, það er hérna radiusin í öðru sinnum pi sinnum 6, hæðin er 6 á honum og þegar ég heilda upsilon þá sé ég að upsilon er oddstætt fall upsilon eftir 0. Zeta eftir upsilon eða F eftir upsilon er oddstætt upsilon eftir 0 og svæðið sem ég ætla að heilda yfir er líka samhverft upsilon eftir 0. Sjáðu, upsilon eftir 0 getum sagt að ef þetta hérna er x ásinn og þetta er y ásinn, þá er upsilon eftir 0 þessi hérna. Ef ég sker þess að hérna sívalningi minni í tvennt, þá er rúmmálið báðu megin alveg eins. Þannig að og R er samhvert, eins þá er ég minna samhvert upsilon eftir 0, svo þetta heildi er 0. Ok, þá á ég bara eftir að reikna þennan hérna og já, hvernig ætla sé best að lýsa þessu ef ég ætla að reikna þetta út? Það er líklega best ef við ætlum að heilda yfir sívalning að nota sívalningssnið. Þess að ég ætla að nota sívalningssnið. Sívalningssnið eru þægileg, það eru bara pólhnit í x-upsilonplaninu og seta er bara seta. Og dvaf vorum við búin að leiða út í sívalningssnitum er R, dr, dθ, dz. Og þá þurfum við að afmarka á hvaða bil er R og á hvaða bil er θ og z. Fyrst setjum við hérna 4 pi, höfum hann með hérna. Og svo pluss heildið, 3 sem heildið af heildinu, af setjaðuru. Seta er bara eins í hérna sívalningssnitum. R og ef að segja dr, dθ, dz. R er á bilinu 0 til 2. Svo sjá hérna sívalningurinn minn með radius 2. Ég ætla að fara allan hringinn í x-upsilonplaninu, ég ætla að fara frá 0 upp í 2pi og zeta fer frá mínus 3 upp í 3. Og svo reikna ég út úr þessu heildi, 24 pi sinnum 3 svo sinnum, heildi frá mínus 3 upp í 3 af seti öðru dz, sinnum heildi frá 0 upp í 2 pi dθ, sinnum heildi frá 0 upp í 2 af r dr. 24 pi, hérna var pluss, 3 svo sinnum, seta í þriðja þriðju, sinnum 2 pi, sinnum r í öðru halvu frá 0 upp í 2, reiknum út úr þessu öllu og fáum allt í allt 240 pi. Og þá erum við komið með niðurstöðuna úr þessu hérna flæðisheildi.
Það er að 240 pi. Og eigum við ekki að taka eitt enn. Dæmi 10, okkur er gefið fall af x og setu og okkur er gefið eitthvað svæði sem við erum að heilda þetta fall yfir. Og þá þarf maður að þekkja að þetta hérna er kúla. X er pluss öðru pluss z í öðru minna 84. Þetta er kúla með radius 2 og miðji 0,0,0. Svo er z stærra eftir 0, við ætlum semst bara að taka þann hluta á kúlunni sem er fyrir ofan x-planið, þessi hálfkúla. Og þegar við erum komið þá hálfkúla ætlum við að taka bara þann hluta sem er með positíft x. Þannig við tökum helmingina, hálfri kúlunum við erum með 1/4 af kúlu. Og það er gefið með þessi dæminu ef við erum nota kúlunitt þó það sé ljóst út frá svæðinu að það sé langbesta hugmyndin. Ok, fallið okkar í kúlunhittum, rho, phi og þeta. Það er, já, við vitum í kúlunhittum, þá getur við reyða upp hvernig x og z eru, en sérlega er x pluss y öðru pluss z í öðru jafnt og rho í öðru. Og dvaf er rho í öðru sinus phi, d rho til phi til þeta. Þannig að f af sinus af rótin af x pluss y pluss z í öðru er sinus af rótin af rho í öðru, með öðrum orðum bara sinus af rho, deilt með rho í öðru. Ok, og svo þurfum við að afmarka þetta. Það er svona helst í þátturinn í dæminu, afmarka þetta rétt, maður segja sinus rho deilt með rho í öðru, rho í öðru sinus phi, d rho, d phi, d þeta. Ok, einfaldast er radíusin. Radíusin fyrir frá 0 og upp í 2. 0 og upp í 2. Þetta var rho. Þá er það phi og þeta, hérna þessi tveir. Ok, þá þurfum við að hugsa okkur um. Við erum bara með positífa setu, þannig að ég veit að phi fer frá 0 og upp í pi deilt með 2. Muniði phi er hornið sem myndast í positífan x-ás, nei, positífan z-ás, þannig að við myndum teikna hérna z-x-planið. Þá er ég með, bara með þennan hérna hluta af kúlunni. Ég er bara með positíft x og positífa z. Þannig að hornið sem myndast við þennan ás og fer hinga niður er akkurat pi deilt með 2. Ok, þá er það spurning með þeta-hniti og þá er langt best að teikna upp x-y-planið. Þannig að gerum það. Og hvað er ég með x-y-planið? Ég er bara með positíft x, ég er hér. Og til að afmarka þetta þá þarf ég að fara til hornið sem myndast við positífan x-ás. Ég þarf að fara úr mínus pi deilt með 2, það er þessi, upp í pi deilt með 2 sem er þessi. Þannig að mínus pi deilt með 2 upp í pi deilt með 2. Og þessi styttist út hérna og við getum farið bara að rekna. Þannig að það verður heildið af mínus pi deilt með 2 upp í pi deilt með 2 d þeta. Sinnum heildið frá 0 upp í pi deilt með 2 af sinus phi d phi. Sinnum heildið frá 0 upp í 2 af bara 1 d rho. Þannig að þetta verður bara lengdin af þessu bili. Þetta er pi. Hérna fæ ég kosinus af phi, kosinus diffraði mínusinus, þannig að ég fæ mínus kosinus phi. 0 upp í pi deilt með 2 og hérna fæ ég 2. Ó, ég glemdi sinus phi. Nei, sinus rho. Það má ekki. Setjum hann inn. Hann er hérna. Glemdi honum. Skúsi. Þannig þarf að heilda mínus sinus rho frá 0 upp í 2. Ok, svo reiknum við út úr þessu. Við fáum þetta er pi sinnum 0 sinnum pendir eitthvað annan. Já, hérna, út úr þessu fæ ég 0 mínus mínus 1, það er 1 og hérna fæ ég sinus af 2 í mínus sinus af 0, ég fæ 1 mínus sinus af 2. Þannig að
já, skrifum þetta upp aftur. 1 mínus 1 mínus sínus af 2 sinnum pi ljómandi fínt svar. Og þá held ég að sé bara komin öll dæmi eftir dæmi 4 þar segja á þessu prófi.